Þriðji kafli: Konungsvaldið styrkist. Hvenær og hvernig styrkist konungsvaldið er meðal þess sem við förum í þessum kafla. Af hverju kom konungur á verslunareinokun, eða einokunarverslun eins og það er líka kallað? Hvað er verslunareinokun? Og hvað leiddi til þess að Danmörk var einvaldsríki og hvaða áhrif hafði einveldið í Danmörku á Íslandi? Konungsvaldið styrkist. Einokunarverslunin hófst á Íslandi árið 1602. Danmörk varð einveldi 1661. Kópavogsfundurinn er 1662 og einokunarverslunin er aflétt árið 1787. Þetta eru helstu ártölin sem við þurfum að muna eftir í þessum kafla. Við skulum byrja í Kópavogi árið 1662. En þá gerðust Íslendingar þegnar einvaldskonungs í Danmörku. Þið hafið lesið gamla sáttmála tímann á miðstigi sem var gerður 1262. En þá gerðu Íslendingar samkomulag við Noregskonung að þeir skyldu hafa ævarandi vera í konungssambandi við Noreg alltaf. En þeir ættu ekki að borga skatta, þeir þyrftu ekki að vera gegna herþjónustu fyrir hann eins og allir aðrir þegnar Noregskonungs þurftu. Og í gamla sáttmála fólst líka að íslensk lög skyldu gild á Íslandi og konungur myndi ekki hækka skatta þeirra. Það sem breyttist í Kópavogsfundunum er einmitt það að þessi lög þau giltu ekki lengur. Og nú skulum við aðeins kíkja á einokunarverslunina. Á 16. og 17. öld, 1500 eitthvað og 1600 eitthvað, styrkist ríkisvaldið í Evrópu, meðal annars vegna verslunar við önnur ríki í kjölfar landafunduna. Konungar fengu aukin völd. Fólksfjölgun var mikil vegna þess að verslun varð æ mikilvægari atvinnugrein og auðs uppbretta. Við sjáum hér mynd úr Nýhöfninni í Kaupmannahöfn, þar sem að skip sem komu alls staðar að settust komu með vörur og í staðinn fyrir að auðurinn kæmi frá landbúnaði þá kom hann þannig að skip fóru til annarra landa og keyptu þar vörur, komu til Danmerkur og þar var þetta selt. Og miklu fleiri gátu búið á litlum stöðum út af betri samgöngum og verslun. En kóngarnir, þeir vildu græða sem mest á versluninni og gerðu það með því að auka útflutning frá landi sínu og minnka innflutning. Þetta er kölluð kaupauðkistefna og þetta var meðal annars framkvæmt þannig að háir tollar voru á innflutningi og innlend framleiðsla var styrkt. Sem sagt, þeir vildu flytja eins mikið út af vörum eins og þeir mögulega gátu en eins lítið inn og hægt var. Þetta gekk náttúrulega ekki á endanum því ekki gátu allir flutt mikið út og lítið inn, en þetta fór svona af stað og er grunnurinn af því sem er kölluð einokunarverslun á Íslandi. En hún hefst árið 1602 með því að Danakonungur setti lög það að bara Íslendingar máttu ekki eiga nein viðskipti við aðra heldur en Dani. Og við skulum aðeins átta okkur á því hvað við erum að tala þegar við erum að tala verslun á þessum tíma. Þá erum við ekki að tala það að þú farir út í búð og kaupir eitthvað. Verslun þannig að kaupmenn komu á vorin á skipum til Íslands og það sem að þeir gerðu, þeir komu með vöru sem Íslendingar gátu ekki framleitt og skiptu á þeim vörum við vöru sem að Íslendingar gátu selt. Það voru einhver peningar sem komu þarna á milli. Fyrsta tegund af einokunarverslun var félagsverslunin sem var frá 1602 til 1684. Þá var það eitt félag danskra kaupmanna sem rak alla verslun á Íslandi. Sem sagt ein verslun sem að keypti allt af Íslendingum og seldu Íslendingum allt. Síðan tók við það sem var
eiginlega alræmt á Íslandi og ríkir í næstum því 100 ár. Það er umdæmaverslun. Hver danskur kaupmaður fékk þá yfirráð yfir 2 verslunarstöðum og fékk því framgengt að bara Íslendingar máttu bara versla við einn kaupmann. Þeir máttu ekki fara á milli þar sem að best var að kaupa, heldur urðu þeir að versla bara við sinn kaupmann þar sem að hann var. Og þegar þessu lauk árið 1774 til 1787 þá var konungsverslun á Íslandi. Hér sjáum við hvar helstu kaupstaðirnir voru og við sjáum að þeir eru mestir hér fyrir Vesturlandi, í Breiðafirði, hér er Hólmurinn, Keflavík, þetta er Reykjavík hérna. Aðalega hér, því hér keyptu menn fisk. Það var það sem kaupmennirnir vildu. Þeir vildu helst af öllu kaupa fisk og minna á landbúnaðarvörum en þær voru til sölu hér meira á Norður-Austurlandi. Og það kemur fram hérna. Þetta er allt vöruskiptaverslun og Íslendingar seldu skreið sem er eiginlega þurrkaður fiskur, samt ekki eins og harðfiskur, lýsi, kjöt, tólg, ull og prjónavöru. Og það sem keyptu var mjöl, veiðarfæri, járn, salt og munaðarvöru eins og brennivín, tóbak og kaffi. Hér sjáum við verslunarstaði árið 1602 til 1787 og eins og við sjáum á þessari mynd að þá er þetta aðalega á Vesturlandi og Vestfjörðum, minna fyrir Norðurlandi. En einokunarverslunin var óvinsæl á Íslandi og kannski vegna þess að kaupmenn hugsuðu oft meira að græða heldur en að flytja inn góða vöru og þeir græddu mest af því að kaupa fisk af Íslendingum en vildu síður kaupa landbúnaðarafurðir en það var það sem Íslendingar vildu helst selja eða þar að segja bændahöfðingjarnir sem öllu réðu á Íslandi. Þeir vildu helst ekki flytja inn mjöl vegna þess að það mátti ekki kosta mikið. Kóngurinn setti ákveðið verð á mjölið. Það mátti ekki selja, kaupmennirnir mátti ekki selja mjölið nema á ákveðnu verði. Þess vegna leyndu þeir að fá eins ódýrt mjöl og þeir gátu fengið og oft var það maðka bara hreinlega ónýtt. En hér var verslun, en af hverju urðu engin þorp eða bæir til á Íslandi fyrir bara 1900 og eitthvað, eða fyrir bara rétt undir lok 19. aldar, 1800 og eitthvað. Jú, íslenska höfðingjastéttin, bændahöfðingjarnir sem öllu réðu hérna, þeir vildu ekki fá þorp, þeir bönnuðu það að kaupmennirnir til dæmis byggju hérna á veturna, heldur komu þeir á sumrin, á vorin, versluðu og fóru á haustin, þannig að hérna mynduðust engin þorp, því þeir vildu ekki að bændurnir sem leigðu af þeim löndin eða kaupmennirnir þeirra getur fengið betur borgaða vinnu í þorpum eða bæjum og þetta breyttist ekki fyrir seint á 19. öld þegar tilskipaútgerð hófst, þegar Reykjavík verður til dæmis og þetta var til þess að íslenskt samfélag þróaðist miklu síðar en evrópsk samfélag. Við höfðum engin þorp eða bæi hérna eins og í útlöndum, öðrum stöðum í Evrópu og einveldið þá tölum við í næsta tíma.